Sæl og verið velkomin í sjónvarp Kylfings. Að þessu sinni verðum við á Íslandsmótinu í höggleik, stærsta golfviðburð ársins. En mótið fór fram á Garðavelli á Akranesi. Heimamenn á Akranesi voru vel undirbúnir fyrir Íslandsmótið í höggleik 2015. Fullbóka var í móti sem var afar jákvætt og skagamenn voru tilbúnir að taka móti bestu kylfingu landsins í stærsta móti ársins. Mótið hluti af Eimskipsmótaröðinni og því var við hæfi að gefa tónin degi fyrir fyrsta keppnisdag í einu af skipum félagsins Selfossi sem lá við Höfn í Reykjavík. Gylfi Sigfússon, forstjóri félagsins, var búinn að sitja sveittur með starfsmönnum sínum við að útbúa nýja eyju í sjónum við Reykjavík. Hún fékk nafnið Golfey. Þangað skyldu kylfingar slá bolta sínum eftir fréttamannafund vegna Íslandsmótsins. Ekki gekk okkar bestu kylfingu vel að hitta nýju golfeyjuna og sama var upp á teningnum hjá forstjóranum sem reyndi nokkrum sinnum en án árangurs. Svo fór að lokum að fjölmiðla fulltrúi og ritstjóri golfsambandsins, Sigurður Elvar Þórólfsson, smelti boltanum í fyrstu umferð inn á nýju eyjuna. En hvað segir forstjóri Eimskips tenginguna við golfíþróttina? Já, áhugi á golfi svona almennt hjá okkar starfsmönnum og viðskiptamönnum mikill og þannig höfum við verið að byggja undir golfið á Íslandi. Þetta líka hjálpar okkar æsku og kenni mönnum svona ákveðna virðingu og fleira fyrir reglum og siðum. Þannig að við höfum haft mjög gott út úr þessu og höfum mjög gaman að því að taka þátt í þessu verkefni með GSI. Og þú ætlar að vera fullu á Garðavelli helgina? Ég að reyna að komast í að verða katti en það verið að fara yfir umsóknir og annars verði ég hérna bara viðloðandi að fylgjast með, en það verður mjög gaman, alveg örugglega. Axel Bóasson úr golfklúbbnum Keili sem hafði sigrað á næststærsta móti ársins, Íslandsmótinu í holukeppni, var spáð sigri í karlaflokki. Þetta mót sem maður vill vinna og þetta skemmtileg völlur til þess og það eins og ég segi, vonandi verður bara flóra í skæin með geggjaviður. Íslandsmeistaran 2014, Ólafíu Þórunni, ekki spáð Íslandsmeistaratitilinn 2015. Hvað segir þú það? Já, ég veit ekki, þetta hlýtur að vera þessi mýta að maður geti ekki varið titilinn, en við sjáum bara hvað gerist það sem þeim mótið búið. Aðstæður á Garðavelli og Akranesi voru frábærar og veðurguðirnir líka alla Íslandsmótsvikuna. Þórður Rafn Gissurason sem lent hafði í 3. sæti í síðustu Íslandsmótum gaf tónin á fyrsta degi þegar hann lék á 5 höggum undir pari og ógnaði vallametinu á Garðavelli. Þórður Rafn var eini stórkylfingurinn sem hitti golfeyju Eimskips á fréttamannafundinum en bara rétt í kantinn, en kannski var það þó vísbending að hann ætlaði sér stóra hluti á Skipaskaga. Aðeins 2 höggum á eftir var högglengsti kylfingur landsins, Axel Bóasson úr golfklúbbnum Keili, sem fylgdi því eftir með flottu golfi á öðrum keppnistegi. Hann lék annan daginn í röð á 3 höggum undir pari og virtist ekki eiga í miklum vandræðum með Garðavöll. En það sem kylfingum fannst erfiðast var að stoppa boltan á flötunum. Þær voru nokkuð harðar eftir mikinn þurrk að undanförnu. Út 6 undir pari og 2 högg á 2 kylfinga og svo koma fleiri á eftir. Þetta eitthvað sem þú hugsar um? Nei, það alls ekki. Ég bara með mín markmið og eins og þá ég bara að fara eftir þeim og þú verður bara skórin undir pari og ætlar að taka titilinn og eins og ég á þeirri braut, þannig að ég verður bara að halda áfram, það 2 dagar eftir, þannig að það mikið golf eftir. Í kvennaflokki var keppnin enn harðari strax í byrjun. Þó svo að Valdísi Þóru hafi verið spáð titlinum fyrir mótið, sem öllum fannst mjög eðlilegt, í ljósi þess að hún hefur verið að spila vel á atvinnumanna mótum í útlöndum í sumar og á heimavelli, var nokkuð öruggt að hún myndi fá harða keppni, en 4 til 5 kylfingar hafa barist kvennatitilinn undanfarin ár. Signý Arnórsdóttir úr Keili og Sunna Víðisdóttir úr golfklúbbi Reykjavíkur og Íslandsmeistari 2011 leiddu eftir fyrsta hringinn á 1 höggi undir pari. En ekki langt á eftir komu Valdís Þóra og Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, en þær áttu báðar 2 Íslandsmeistaratitla í safni sínu fyrir mótið. Alla voru þær að slá vel og Sunna hélt uppteknum hætti í öðrum hring sem hún lék á pari á meðan andstæðingar hennar léku ekki eins vel. Sunna var komin í 4 högga forskot og var greinlega í fínum málum á Garðavelli og var ekki að spara stóru orðin. Hvaða væntingar komstu með inn í þetta mót? Ég kom með þetta bara til að sigra. Þú kannt það, þú hefur gert það. Já. Það var farið að hitna í kólónum í blíðunni á Akranesi og atvinnu kylfingurinn Þórður Rafn sem hafði lent í smá basli á fyrstu hólónum á öðrum keppnistegi. Fann svo sannarlega fjölina á þeim 3. Lék 18 hólurnar á 9 vallarmeti, 66 höggum.
Hann náði með þessari spilamennsku 3 högga forskoti fyrir loka daginn. Keilis-kylfingurinn Axel Bóasson sagði erfitt að ráða við Þórð þegar hann lék í svona golf þar sem nánast allt gekk upp, enda tapaði Doddi, eins og hann kallaður, ekki höggi á vallarmetsringnum. Skemmtilegt að enda á síðustu flötinni með langt pútt og ofan í fyrir nýja vallarmeti. Já, ég vissi það að Maggi Lár var með vallarmetið 66 högg. Það var náttúrulega á gamla vellinu sem var, og hann var líka í stúkunni, þannig að það var enda betra að heyri í honum hann öskrandi þegar ég setta í. Hvernig leggst morgundagurinn í því? Bara vel, spáð góðu veðri og völlinu flottu standi og maður vonar bara að mæti ennþá fleiri að mæta á svæði, þannig að maður hlakkar bara til. Hjá kvenfólkinu voru 5 kylfingar sem áttu góða möguleika á að vinna titilinn en 3 högg skildu að 1. og 5. sætið. Signý Arnársdóttir var efst á 4 yfir pari en næstar voru Sunna Víðisdóttir sem náði ekki að fylgja eftir góðu golfi fyrstu 2 dagana. Hún lenti í vandræðum og lék á 7 yfir pari á 3. keppnisdegi. En var þó inni í baráttunni eins og Valdís Þóra, Ólafía Þórunn og Guðrún Brá Björgvinsdóttir úr Keili. Það var ljóst að allt gat gerst. Spurningin var hvernig og hvort taugarnar myndu ekki spila inni á lokadeginum. Ég ætla bara að halda mínu striki, sko. Ertu ekkert að kíkja á skortöfluna? Nei, ég hef nú ekki verið að því. Ég sé svona illa. Ég sé ekki á hana. Hvernig leggst þetta í því? Bara vel, ég ætla bara að halda mínu striki eins og segi og bara fara með sama hugafar og sama leikplanin í morgundaginn. Og nýja mamman, ætlar hún að verða Íslandsmeistari? Vonandi, það væri gaman. Veðurguðurnir voru enn í sínu fínasta skapi þegar loka dagurinn á Íslandsmótinu í höggleik rann upp. Ljós og fagur eins og umhverfið allt á Garðavelli. Það var rafmögnuð stemming í loftinu. Í efsta sæti í karla- og kvennaflokki voru kylfingar sem höfðu ekki landað titlinum áður. Við komum hér til leiks á kvenfólkinu. Signý Arnársdóttir var ekkert á því að gefa eftir efsta sætið og sýndi fá veikleikamerki. Hitti brautir og flatir í tilskildum höggafjölda eins og sagt og var yfirveguð og róleg. Minni háttar vandræði komu þó upp á 13. brautinni þar sem uppafsökið hennar endaði í einum af nokkrum skurðum Garðavallar. Ef boltinn endar í slíkri torfæru kostar það högg í víti en Signý slapp þó vel og tapaði aðeins einu höggi á brautinni. Andstæðingar hennar voru 2 eftir í baráttunum titilinn. Ólafía Þórunn var annar þeirra. Hún var í sóknarhug en púttin vildu ekki detta. Skagakylfingurinn Valdís Þóra var í miklu stuði og lék sinn besta hring í mótinu á lokadeginum. Hún hafði ekki verið alveg upp á sitt besta í mótinu en nú gekk allt upp. Sjáum Valdísi hér í fínum málum og hún kláraði hringin á 67 höggum, 5 undir pari, sem glæsileg spilamennska. Heimakonan í hörkugólfi og hún setti mikinn þrýsting á Keiliskonuna sem var ekki á þeim buxunum að gefa neitt eftir þrátt fyrir smá hikst á þeirri 13. Þegar Signý mætti á næst síðustu brautina var Valdís búin að jafna við hana á 2 yfir pari. Ólafía Þórunn höggi á eftir. Signý slær hér inn á 17. flötuna og setur sig í gott fuglafæri en Ólafía aðeins lengra frá. Púttið hennar rataði ekki rétta leið og hún færi par og 3 yfir í heildina. Signý sem hafði leitt stæstan hluta mótsins gerði sig lítið fyrir og smelti púttinu ofan í og var því aftur komin í forystu. En 18. brautin ekki auðvelt viðureignar og þar þurfti hún að fá par til að klára dæmið. Hún átti mjög gott inn á högg og í öllum kennslubókum eiga svona kylfingar ekki að vera í vandræðum með að tvípúta af 6 metrum fyrir pari. Augu allra beindust að Keiliskonunni fyrir að púttið heldur of langt. Metri eftir niður í móti. Hún hefði viljað vera nær. Þetta var ekki gefið eins og sagt á golfmáli. En ofan í fór púttið og titillinn hennar. Valdís Þóra endaði í öðru sæti eftir superhring og Ólafía í því 3. Nýtt nafn var komið á bikarinn. Signý á góða minninga frá Garðavelli en þar tók hún þátt í sínu fyrsta golfmóti aðeins 14 ára gömul og lenti í 3. sæti. Nú gerði hún enn betur. Mér lagði bara mjög vel, bara allan tíman, bara yfir og róleg og bara spila mitt golf eins og ég ætlaði að gera. Allt samkvæmt plani? Allt samkvæmt plani, nema dræfið á 13. Nei, þetta var bara fínt.
Já, og svo þetta var, Valdís fór að koma inn í þetta sem var svona aðeins frá ykkur og munurinn minnkað og allt í einu voruð þið orðnar í rauninni jafnara tímabili. En svo kemur á 17. Þú slóst þar inn á, vissirðu hvað þú þurftir að vinna högg? Nei, ég hafði ekki hugmynd um það. Ég vissi náttúrulega hver staðan milli mín og Ólafíu var. Þannig að ég hugsaði bara ok, ef ég fæ birdie þá er ég náttúrulega bara í frábæri stöðu fyrir 18. holu. En sem var svo bara 1 högg. En þú veist, ég bara hugsaði, þú veist, fá birdie er alltaf gott og bara spila mitt golf á par á seinustu og vonandi myndi það duga. Síðan kemur á 18. Vissirðu hver staðan var? Nei, ég hafði ekki hugmynd. Bara, ég segja alveg satt, ég vissi ekki að Valdís hefði spilað svona frábæran hring í dag. Þannig að það var kannski betra. Hvað varstu með í huga? Vildur bara tryggja par? Ég náttúrulega var svolítið gráðuð þarna, ætlaði að fá birdieinn. En púttið sem ég átti eftir fyrir pari var ekki, þú veist, ég var búin að setja allt svona í yfir helgina. Var ekki búin að vera að missa neinn svona pútt, þannig að ég var mjög róleg yfir þessu, sko. En þú vissir ekki að þetta stutta púttan í lógina og þú þyrftir að setja það í? Nei, ég hafði ekki hugmynd. Það var bara fínt eftir á, en bara, já. En unnustinn, Kylfusveinninn, var hann ekkert að lauma þessu til þín? Nei, ég spurði hann, býtu, vissið þú þetta? Og hann sagði, já. En hann var ekkert að segja mér þetta. Ég spurði hann mér þess að fyrir loka pútti. Ég sagði, má ég missa þetta? Ég veit það ekki. Þannig að, en bara, ég ætlaði náttúrulega alltaf að setja í, maður missir ekki svona pútt. Já, hún spurði mig rétt fyrir loka pútti hvort að hún þyrfti að setja þetta onni fyrir sigri, en ég sagði svo sem ekki vita, en ég var svo sem með stöðun alveg beint jæði frá feðgunum, en ég meina það kannski hefði sett óþarfa pressa á hana. Hjá körlunum var spennan minni. Axel Bóasson, helsti andstæðingur Þórðar Raps, tapaði 2 höggum á annarri brautinni í lokahringnum og það var dýrkeypt. Þórður lék eins og sá sem valdið hafði og þegar þeir höfðu klárað 5 hólur var munurinn orðinn 6 högg. Við sjáum þá félaga og Ólafur Björn Loftsson í loka rásóknum á 5. brautinni. Nú var einungis spurning hvort Þórður myndi halda áfram að leika frábært golf og setja nýtt mótsmet. Það var 10 undir pari. Sett af Magnúsi Guðmundssoni fyrir rúmri hálfri öld í Vestmannaeyjum og þá var byrgilegu slíkt skor í sínu safni, en hann hefur unnið titilinn 6 sinnum. Hann gat ekki keppt í ár þar sem hann var við leik í Frakklandi á atvinnumannamóti. Fátt virtist truflað Þórð sem fann sig vel í höggunum og einnig á flötunum. Axel Bóasson náði ekki að knýja fram supergólf ef svo má segja og sigldi lygnan sjó í öðru sætinu. En baráttan 3. sæti í mótinu var mikil, en endaði þannig að Ólafur Björn Loftsson kláraði dæmið á 2 höggum undir pari. En hér erum við komin á loka brautina, þá 18. sem er par 3 og var 140 metrar á loka deginum. Þórður pressulaus, en þurfti samt að fá par til að setja nýtt mótsmet. En okkar maður var ekki á þeim buxunum að hætta. Sjáu þið þetta golfhögg með 8 járni. Þetta kallar maður að enda með stæl, eitt flottasta golfhögg á loka holu í sögu Íslandsmótsins í höggleik. Skemmtilegt síðan að enda með stæl. Já, þetta var ansi gott. Ég miðaði á pinnan, það var náttúrulega nokkur högg, var við nokkur plús. Þannig að ég miðaði bara beint á pinnan og það hafi lukkað svona vel, það var bara alveg magnað. Hvaða járn varstu með? 8 járn. Þetta var eiginlega bara, það hefði verið aldeilis ef þú settið í. Já, það hefði nú verið eitthvað, það hefði bara sagði til næsta bæjar sko. En ég var bara mjög sáttið með hvað það endaði. Eitthvað eitt sem þú getur sagt að hafi gert það að verkum að þú kláraði dæmið? Ég held að þetta sé eiginlega tvennt, það var slátturinn og púttinn. Það var búið að vera mjög gott eiginlega allan tíman og það er það sem skópinu sigur. Maður sáði einhvern veginn ekki gera mörg mistök. Nei, þetta var mjög gott. Þannig að kannski með verstu mistök voru hann í byrjun annars rings. Það kom hann 4 yfir eftir 4. En náði að krafsa mig tilbaka á því og svo vann ég bara í mínum málum og það var ekki eftir lítið. Þú ert með 3 högga forskot fyrir lokadaginn. Hvað hugsaðirðu í morgun? Ég bara halda við sama gameplanið og ég vissi að það var að slá vel og bara halda taktinum góðum og
setja press á þá bara með að spila með golf og fá minn pör og þannig að þeir þurftu að sækja. Og Axel sem var næstur á eftir, hann gerir strax mistök á annari þannig að munur var orðin 5 högg hérna fljótlega. Já, hann sló hana yfir og fór í skurð og lenti í smá vandræðum og hann náttúrulega létti aðeins pressuna en ég ætlaði ekkert að gefa neitt bilbu á mér og var bara að hitta mín á flatir og þannig að þeir voru alltaf undir stöðugri pressu. Er eitthvað sérstakt sem að þú bætti á þessu ári í golfinu? Já, ég hef nú bara aðalega bætt mig að vera sókndjarfari, aðeins að losa þá hindrun sem var að þora ekki að fara á pinnan og þegar ég alveg vil geta. Eins og þjálfararnir mínir segja að ég slæ rosalega vel og ég þarf að nýta þann styrkleika og ráðast meira á pinnan og það er búið að hjálpa mjög mikið núna í ár. Hvað með andlegu hliðina? Manni fannst þú að vera ansi yfirvegaður í þessu móti og hefur eitthvað verið að vinna í því? Já, eiginlega það með borðið meira sama. Ég hafði mjög miklar áhyggjur af skoðunum annara, sérstaklega ég var að spila úti, hvað þeir myndi halda, ég myndi spila illa og núna er bara orðið nokkuð sama, ef ég spila illa þá spila illa, það er bara þannig og ef ég spila vel þá er það bara frábært. Minnka aðeins pressuna? Já, ég meina þetta er ekki að versta sem getur gerst fyrir mann, það eru fleiri mikilvægir hlutir í lífinu heldur en golf, þannig að það léttir hans pressuna. Þetta er stór stund fyrir fjölskylduna? Já, þetta er alveg meiri háttar. Þetta er bara yndisleg stund. Ég get ekki hugsað mér neitt betra. Búin að bíða lengi? Nei, hún hefur gengið bara oft vel sko, en það er alltaf gaman þegar krökkunni gengur vel og sérstaklega þegar maður er Íslandsmeistari. Ég hef nú oft séð þið á pókanum en núna var gamli á pókanum. Já, ég verð að leyfa honum líka að taka í aðeins. Varst þú ekki pínu stressaður í dag? Jó, ég var meira stressaður í gær. Já. Af því að hann byrjaði svo illa annan daginn sko. Þetta er svona smá stress fyrir foreldrana þegar maður er á kafi í þessu með hann. Já, það er það náttúrulega. Og þið hafið náttúrulega, hann er að berjast í atvinnumennsku og hvernig líst ykkur á það? Bara vel. Þetta er búið að ganga ágætlega undanfarið, hann var í 3. sæti á síðasta móti og lofar bara góðu. Þetta náttúrulega lítur á hjálpa honum svona gagnvart sjálfstraustinu líka? Ábyggilega. Sammála því? Jú, ég er alveg sammála því. Við styðjum hann alveg bak og fyrir og við höfum alltaf gert það og höldum því áfram. Íslandsmeistari kvenna 2015, Signý Arnórsdóttir. Íslandsmeistari karla kemur úr golfklúbbi Reykjavíkur. Hann lék völlin á 276 höggum. Íslandsmeistarinn 2015, Þórður Rafn Gissurason. Leið og ég óska Íslandsmeistarunum til hamingju með titilinn, þá þakka ég ykkur enn og aftur fyrir komuna og hlakka til að sjá ykkur sem allra fyrst. Þórður, hvernig gengur starfið í golfklúbbnum Leyni á 50 ára afmælinu? Það gengur gríðarlega vel á 50 ára afmælinu. Mikið um að vera á þessu ári. Haldið afmælismót og svo náttúrulega stóri atburðurinn, Íslandsmótið í golfi, stærsti golfatburður á hverju ári og það er mikill heiður fyrir okkur að fá að taka á okkur Íslandsmótið á þessum tímamótum og við höfum lagt mikið í sölunar til þess að gera þetta sem best úr gardi. Eru þið með góðan hóp í kringum ykkur? Þetta er nú ekki stór golfklúbbur þó að þið hafið vissulega haldið móti hérna áður fyrir 2004. Já, við erum með gríðarlega sterkan hóp, við erum rétt 400 manns í klúbbnum með börnum og úlingum. Undirbúningur á svona móti, náttúrulega hjá okkur hefur þetta tekið undanfarandi 2 ári, við erum búin að vera að gera allt klárt. Guðmundur framkvæmdastjóri búin að leggja gríðarvinni í þetta, Viktor mótstjóri og Jón Þór, þessi 3 aðilar hafa borið hitan og þungan af undirbúningnum, en síðan erum við með ótrúlegan hóp félagsmanna sem er tilbúin í að leggja á sig mikla vinnu fyrir klúbbin. Þetta er klúbburinn þeirra og við erum alveg með 50-70 manna hóp sem er stand-by alltaf og fyrir það ber að þakka og á því leitunum til getur svona klúbbur tekið að sig svona stór verkefni. Sannarlega ungmennafélags andi ef svo má segja.
Já, það má eiginlega segja það, sko. Þetta svona svolítið fjölskyldustemming hérna. Fólki finnst að eiga þátt í klúbnum og eiga part á honum og þannig viljum við hafa það. Þú þekkir nú söguna nokkuð vel, alinn hérna upp eða ekki? Jú, maður byrjaði að koma hérna upp eftir 9 ára gamall þegar þetta var 9 holu golfvöllur og trönur hérna vinstra megin við fyrstu gömlu brautina. Þannig að maður er inngróinn leynismaður og þekkir marga hérna og þannig að þetta er einstaka klúbbur. Finnst þér margt hafa breyst á þessum árum? Félagslega ekki mikið. Þetta var alla tíð verið mjög samheldinn hópur. Það sem náttúrulega hefur breyst er að við höfum í höndunum núna einn af bestu völlum landsins og þessi vikuna skartana sínum fegurst á. Ég segi sjálfur að ég hef ekki séð jafn góðu standi eins og hann hittir á þessa vikuna og þannig viljum við hafa það. Við leggjum mikið upp í að hafa golfvöllin góðan. Það er það sem að upplifunin golfin er og þannig að okkar metnaður liggur þar. Hvernig hefur ykkur gengið að reka völlin og voru Golfklúbbur Reykjavíkur með ykkur í þessu fyrir 2 árum síðan? Hvernig gengur að reka klúbbin hérna með öllu því sem þarf að gera? Það hefur gengið mjög vel hjá okkur. Fengum góðan mann inn sem framkvæmdastjóra, Guðmund, og hann hefur lagt mikið í svolítið við að skipuleggja starfið mjög vel og við höfum náð að skera niður kostnað þar sem við höfum getað, og þar að leiðandi hefur getað skilað þessu réttum yfir núlið. Garðavöllur er vinsæll, þannig að við fáum mikið af heimsóknum. Það eru 20.000 hringir spilaðir hérna síðastlið sumar og mann sýnist að í ár verði alveg svipað. En þetta er mikið aðhald, það þarf að reka þetta eins og bara heimilisbókhaldið. Hvernig er framtíðin hér hjá ykkur í Leyni? Framtíðin er þannig að náttúrulega draumurinn er að fá nýtt klúbbhús, félagsheimili. Veit ekki á hvað tímapunkti það getur gerst en síðan vallarlega séð þá er það á okkar 5 ára plani að endurnýja gömlu flatinnar eins og það heitir og svo erum við líka með planum endurnýjun á tækjaflótanum en svona höfuðáherslan á næsta árum verður að endurnýja gömlu flatinnar og gera völlin enn betri. Hver eru þínar uppáhaldsbrautir hérna á Garðavelli? Uppáhaldsbrautin minn var alltaf 18. brautin, það sem ég á 3 hólur úr höggi en 7. brautin er svona svolítið signature hóla fyrir völlin og hún er mikið challenge að spila hana og 17. hólan er einnig eina af þessum betri hólum sem mér líkar best við sko. En var ekki eitthvað inn í myndinni að skoða að breyta 18. brautinni? Jú, það liggur fyrir eftir núna í haust munum við ráðast í það. 18. flötin er ein af gömlu flötunum og við förum í það að breyta henni nú í haust. Hún er öll stækkuð og þannig að það er fyrsta skrefið að endurnýja gömlu flatinnar á vellinum. Nú eru þið hérna alveg inn í bænum ef svo má segja, alveg mikið byggð hérna alveg við og þú var alinn hérna upp. Það sé ekki mikill kostur fyrir golfvöll að vera svona mikið inn í bænum? Jú, klárlega. Við fáum mikið af krökkum sem geta labba upp á golfvöll og í mínu tilfelli til dæmis og allra félaga minna á sínum tíma. Við löpum allir bara á golfvöllin. Þetta er kostur fyrir bæjarfélagi að hafa golfvöllin steinsnar frá íbúðabyggðinni og náttúrulega kostur fyrir kylfingana sjálfa sinns líka. Þannig að ég held að það hefur skapað okkur ákveðna sérstöðu. Eru þið með sterkt barna- og unglingastarf? Já, við leggjum mikið upp á því. Einar Ling er yfirmaður barna- og unglingastarfsins hjá okkur og það hafa verið hátt í 100 krakkar sem hafa verið að stunda æfingar hjá honum og það er það sem við viljum gefa okkur út fyrir að vera, er að hafa gott barna- og unglingastarf. Það er okkar framtíða félagsmaður. Þú varst Íslandsmeistari 1997. Hvernig er golfleikurinn hjá þér? Það sést nú vel á skorkortunum fyrstu 2 dagana að það er mikið vatn undir sjávar þar. Hugurinn er alltaf eins og var en líka með fylgir ekki alltaf huganum í þessu. Finnst þér margt að breysta frá því að þú varst meistari 97 svona í kringum allt svona utanumhald og hvernig haldið er utanum þetta stóra mót núna á hverju ári? Já, það hefur breyst mikið. Það er náttúrulega breiddin í golfinu og gríðarlega mikil, gæðin, aukin og svo náttúrulega mikið lagt upp úr hjá golfsambandinu
með sjóð núna sem stendur á bakvið toppkylfinga, þannig að það er margt verið gert betur og verið bætt í, skulum við segja. Finnst þér framtíðin björt fyrir golfíþróttuna á Íslandi? Alveg klárlega. Maður fylgist með þessum strákum spila hérna. Þetta eru gríðarlega flotti kylfingar að koma upp. Margir sem að fara út í háskólagolf sem að klárlega er kostu fyrir hvert þann sem ætlar sér að ná lengri í íþróttinni. Við erum með það stutt tímabil hérna á Íslandi, sko. Þannig að ég held við höfum eftir að sjá fleiri byggaleifa koma upp fljótlega. Sem nú alveg upp hérna líka? Já, hann er svona bróður kylfingur, skulum við segja. Þannig að maður vill sjá fleiri koma upp eins og hann. Úr því Þórður formaður nefndi 7. brautina sem aðal holu Leynisvallar, þá erum við hæfi að rifja upp að fjórfaldur Íslandsmeistari kvenna, Ragnhildur Sigurðardóttir úr GR, fór árið 2006 holu í höggi á þessari par 4 braut. Það er fátítt að draumahöggi náist á par 4 brautum, en þessi glæsilega golfhóla býður upp í dans. Það er hægt að stytta sér leiðin á flöt með góðu golfhöggi og margir reyna það. Ragnhildur á góða minningar frá Akranesi en hún vann Íslandsmeistaratitilinn fyrst fyrir 30 árum síðan, þá aðeins 15 ára. Við hittum hana á 7. braut á Íslandsmótinu og nú skildi gerða atlaga að öðru draumahöggi. Raka, þú átt svolítið góða minningar hérna á þessari hólu. Hvað gerist hérna 2006? Herðu, þá bara fór boltinn ofan í fyrstu tilraun af þeig. Rífið þetta aðeins upp, hvernig þetta gerist? Herðu, við vorum hérna, ég og vinkona mín, ég var að æfa mig fyrir stigamót og svo slæði ég og hann var hérna alveg þráðbeinn og ég segi þessi nú beinn maður. Já, hann fyrir glóni, sagði vinkona mín. Síðan komum við að holunni og ég þorði náttúrulega ekkert að kíkja á henni og fór að hringin í kringum grínið og hún sagði ég skal kíkja og hún kíkti og sá að boltinn var henni og byrjaði að hoppa og ég kom og hoppaði líka og við fögnuðum gífilega. Svo spiluðum við og kláruðum 9. og ég þurfti að fara á klósetti og í holunni fyrir aftan okkur voru 2 gamlir eða heldri menn og annar þeirra kemur til mín þegar ég er að koma af klósettinu sem sagt og hann segir, fékkstu fuglelskan á 7? Ég sagði, nei, það var nú reyndar holu í höggi og hann var svo sár, hann hélt ég væri að fíblast í sér. Þannig að það væri nú gaman að fá að hitta hann einhvern tíma. Hvaða kíló varstu með? Ég var reyndar með drafirinn, eins og ég ætla að nota í dag. Sko. Það er alveg sens að smella á mig núna, ekki? Jú, mér sýnist þinni vera á góðum stað bara, til þess. Ætlar að reyna? Já. Sjáum til. Kíkjum á það. Takk. Ég veit hvað hann nála því maður. Hann er bara að rúla rétt framjá. Þetta var þráðbeinn, Palli. Þráðbeinn. Það er allan að ígulsins. Það er færi. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bílinn býður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Ég er ekkert endilega svo allra besti í golfinu, en ég er nú samt oft að spila með aðal gæjón og er ekkert að fara í punktu með þeir. Það toppar ekkert þetta sport. Ég meina keppni mann sjálfan, félagana, veðrið, landslæðið. Strákandi segja, ef golf væri kona, þá væri ég fyrir löngu koni í samband. Samveran, leikurinn, útiveran, hreyfingin, keppnin og ástríðan fyrir alla ævi langt. Golfið hefur þetta allt.